Góðan daginn, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og forstöðumaður Lofstofan Baptistakirkja. Þú ert að horfa á netþáttinn Apologia, þar sem við tökumst, þar sem ég gerir mitt besta í að svara spurningum hvað varðar kristna trú. Og það sem við ætlum að gera er svolítið sérstakt þessa vikuna. Við ætlum að taka á hverjum einasta degi að láta nýtt myndband upp, þar sem við dílum við þessa stóra spurningu sem ég held að flest allir díli við. Og spurningin er svo, ef Guð er góður og ef Guð er almáttugur, af hverju er illska og þjáning í heiminum í dag? Þannig að við ætlum að díla við þessa spurningu, við ætlum að taka hann í nokkrum pörtum þar sem við reynum að hafa þessi myndbönd frekar stutt og við ætlum að deila þeim yfir nokkra daga þar sem við getum pælt í mismunandi hliðar af þessari spurningu. Og í þessum fyrsta þætti þá langar mig fyrst og fremst að segja þér að við erum að fara að díla við þetta frá hugmyndafræðilegu sjónarmiði. Við erum að fara að díla við vandamál sem þetta kemur fyrir tilvist Guðs, fer þetta móti því að hann sé almáttugur eða góður. En ég átta mig á að fyrir flest okkar þá hefur þessi spurning tilfinningaleg tengsl, að við hugsum tilbaka og við hugsum eitthvað sérstakt tímabil þar sem við vorum að þjást, jafnvel þar sem við erum að þjást, og ég vil svara spurningunum með rökréttri og almennri skynsemi, en mér langar líka að þið vitið að ég er ekki bara að koma á sig frá rökréttri sjónarmiði. Ég hef upplifað þjáningu sjálfur, missi og sorg, og það fékk mig til að svara þessari spurningu fyrir sjálfa mig á tímabili. Og áður en við förum í þetta þá langar mig að segja hér vers í Mattheusarguðspjalli 11. kafla, og þetta er Jesús að tala, og þetta er vers 28 og 30, og hann segir hér: Komið til mín öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin, og ég mun veita ykkur hvíld. Takið á ykkur mitt ok og lærið af mér, því að ég er hógvær og hjarta lítillátur, og þá munu þér finna hvíld sálum ykkar, því að mitt ok er ljúft og byrði mín er létt. Þannig að ef þú ert í þjáningu, fyrst og fremst þá langar mig að segja: hlauptu í faðm Jesú Krist, og þeir eru velkomnir að kíkja á samkomuna ef við getum fengið að gráta með þér, að syrgja með þér og ganga með þér í gegnum erfiða tíma, þá erum við tilbúin að gera það. En það sem að mér langar svona til þess að leggja grunninn að þessari spurningu, þá er spurningin þessi í rauninni að ef að þessi illska er í heiminum í dag, þá hlýtur það að vera að Guð sé annarkvort almáttugur eða góður, eða bara ekki til yfir höfuð. Því að ef hann væri bæði almáttugur og góður, þá myndi hann ekki leyfa illsku að eiga sér stað. Og það sem mér langar að svara svolítið í þessum þætti á stuttan hátt, við förum betur í þetta í næsta þætti, en að segja í rauninni, þegar við segjum Guð, af hverju útrýmir ekki illsku í heiminum í dag, þá viljum við ekki raunverulega að Guð útrými illsku í heiminum í dag. Því að ég átta mig sjálfur á því að ég fell fyrir þá standarda sem ég set fyrir sjálfan mig. Hvað þá sem ég veit að samviska mín segir mér og lögmál Guð segir mér. Ég veit að ég hef hatað manneskjur, ég veit að ég hef stundað ofbeldi, ég hef ekki staðið mig gagnvart lögmáli Guðs og ekki einu sinni minni eigin lögmáli og mínum eigin reglum sem ég set fyrir mitt líf. Og mér langar að lesa hér í Rómarbréfinu 3. kafla, enda versina 24 og vers 23. Hér segir Páll: hér er engin greinamunur. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Þannig að Páll er að segja þannig að allir standa fyrir framan Guð og við erum öll ábyrgð fyrir því að við gerum óréttlæti, að við höfum brotið á lögmáli Guðs. Þannig að þegar við segjum Guð, af hverju útrýmir ekki illsku í þessum heimi, þá erum við raunverulega að segja Guð, af hverju útrýmir ekki því sem að ég tel vera illsku. Því að Hitler hélt að hann var að gera góða hluti með því að gera það sem hann var að gera. Og ef þú hugsar þannig, Guð, viltu útrýma illsku í þessum heimi, þá væri ekkert eftir í þessum heimi, því að allar manneskjur, eins og stendur hér og eins og við vitum sjálf, allar manneskjur hafa fallið á því lögmáli Guðs, að ljúga, að stela, að hata og svo framvegis. Þannig að þetta bendir til þess að við erum öll sek frammi fyrir Guði og við viljum raunverulega ekki að hann útrými illsku, og þetta sýnir eiginlega fram á miskunn hans, að hann endanum útrýmir ekki allri illsku og gefur okkur tækifæri á að hugsa okkur í þessum heimi hver er tilgangurinn, hvað er að bakvið allt og svo framvegis. Og þetta ýtir okkur í átt að hvar ætlar þú að finna huggun? Ætlar að finna hana í sjálfur, ætlar að finna hana í Jesú Kristi, þar sem ok hans er ljúft og byrði hans er létt.
Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með, þá þið velkomin að skila við komment við þetta vídeo. Þú getur einnig sendt okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meir kirkjuna sem framleiðir þessa þætti, þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomin hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk. Og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd, þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.